þá er það veik og sterk beyging nafnorða. Í sjálfs ekki skipt neinu máli hvort það veik og sterk beyging lýsingarorða, veik og sterk beyging alltaf eins. Og og við prófum bara að fallbeygja eitthvað orð. Og svo sjáum við hvort það veikt eða sterkt beygt. Hér er úlpa. Úlpa, setja ég aukaföllin hérna fyrir neðan. Og svo tek ég hestur. Og hér er úlpa úlpu, frá, úlpu, til, úlpu. Hér er hestur, hest, frá hesti, til hests. Og þið eigið að vita að náttúrulega fyrsta falli heitir nefnifall og svo kemur þolfall, þágufall og eignafall og þessi þrjú föll hérna kallast aukaföll. Aukaföll og heitir aðalfall. Munurinn á sterkri og veikri beygingu er oft sagður liggja í því hvernig orðið endar í eignafalli. Það er að segja hvernig það endar í síðasta fallinu í eintölu. Og reglan er þá þessi að ef orðið endar á sérhljóði eins og hér, u eða a eða einhverju sérhljóði eða i, að þá er beygingin veik. Ef það endar á samhljóði eins og s-i, þá er hún sterk. Þið getur svo sem alveg bara lært þessa reglu og nota hana. Hins vegar er önnur aðferð sem er miklu auðveldari að muna þetta. Þið samt þurfa að vita af þessu með endan í eignafallinu. Og það er það að ef aukaföllin eru öll alveg eins, þá er beygingin veik. En ef aukaföllin eru ólík, þá er beygingin sterk.